Já, velkomin á Samstöðuna. Klukkan 7 og þá verða sagðar fréttir hér. Hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Hérna, ef ekki bara byrja á Gaza. Jú. Það hérna frétt af RÚV. Hjálparsamtök vara við fjöldasvelti á Gaza. Já, það er búið að gera það með einhvern tíma og svo erum við að sjá það raungerast núna dag eftir dag. Já, það er langt síðan þessu var spáð, þetta myndi fara svona óbreyttu og nú er þetta bara raungerast því miður. Já, það eru Enginn gerði neitt. 10 manns svona meðaltali sem að bara svelta í hel á dag og núna lítur að koma svona stigmögnun. Og nú hlýtur einmitt, og eins og segir, nú hlýtur að koma stigmögnun, að það er ef að fólk er ekki myrt í matarröðinni, þá deyr það úr hungri. Það er forstjóri HÚ hérna í næstu frétt sem á Morgunblaðinu, hungursneyðin af mannavöldum, sem náttúrulega ætti ekki að koma neinum á óvart. Nei. Þetta og mér samþykir svo margra í heiminum. Sko. Þetta er eina af stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum verið svona benda á ýmislegt, þú veist, þetta það frétt að forstjóri HÚ gerir svona, þetta eina, ef við höfum trú að við alþjóða stofnanina virki ennþá. Við nefndum hérna í vikunni kóngin í Belgíu og svona merki og ég er með forsíðu af Daily Express sem þetta verður að stoppa þetta núna. Einmitt. Og Daily Express svona frekar hægri sinnað blað, þetta er ekki með stæðstu blöðunum í Bretlandi, en þetta er svona hægri, þetta er ekki kommunistasnepill, alveg langt í frá. Og það byrjað að koma, og núna eru þingmenn, fleiri þingmenn verkamannaflokksins að reyna að þrýsta á Keir Starmer að viðurkenna Palestínu. Já. Eitthvað sem hann hefur nú verið frekar tregur til. Ég veit ekki, haldið hann eftir að fallast á þetta? Já, ef hann neittur til þess. Já. Eða hendar honum. Eða hendar honum, einmitt. Ég held að það sé einmitt. Hugur á baku það. Akkurat. Það bara hendar honum. Já, hann gerir það ekki nema hann bara neyðist til þess. En það svona eins og þessi forsíða og svona ýmismerki þess að stíflan gæti verið að bresta og við verðum kannski að hafa svona eitthvað trú því. En það verður kannski of seint og það kannski það sem það öll þessi mannslífi í valnum einhvern veginn. Það bjargar ekki þeim sem að dóu í dag og bjargar ekki þeim sem að munu deyja á morgun. Einmitt. Hérna frétt frá Morgunblaðinu, þeir eru að vitna í forseta Ísrael sem að fór á Gaza og sagðist ekki sjá annað en að allt sem að það væri gert var í takt við alþjóðalög. Einmitt. Þetta er náttúrulega, ég veit, það er ekki hægt að læra þessu, sko. Nei. Það er ekki annað hægt en að læra þessu. Já, manninum, sko. Hann algjörlega skjön við allt sem við mötum eðlilegt, sko. Já, ég meina, en þetta hafa þær alltaf gert, þeir eru náttúrulega bara að afneita og þykjast ekkert einhvern veginn kannast við þá hryllilegu stríðsglæpi sem verið er að fremja. Og það heldur bara einhvern veginn áfram, en það sem breytt núna einmitt þetta að það eru svona fleiri farnir að tjá sig og opna augun fyrir því sem raunverulega í gangi og fyrir vikið verður þetta einmitt svolítið svona, ekki beint kannski hlægilegt, en svolítið kjánalegt að fylgjast með fjölmiðlum, hreinlega að apa þetta upp. Já, hann spurði hvað tilkast hefur verið að virta þetta eins og svona allt í lagi. En þú ert að tala um þetta til dæmis að því nefndi þingmennina í verkamannaflokknum. Það er kannski fyrir jól að þá var ekki einn sem að gæti staðið upp og talað gegn aðgerðum Ísrael. Þannig hefði orðið fyrir bara aðkasti í bresku samfélagi. En núna fyrir einhverjum 2 vikur og 50, ég man ekki hvað orðið margir núna sem eru að krefjast þess. Þannig að þetta að snúast. Það er eitthvað svoleiðis að gerast. Ég meina þannig gerðist það í afstöðu Bandaríkjamanna til Víetnamstríðsins og fleira. Þetta verður svona snýst. En hérna heima eru aðalfréttirnar af þessu máli það er komið nafn á mannin sem að skvetti málingu á ljósmyndara Morgunblaðsins, það er skvettarinn og ljósmyndarinn ætlar að kæra skvettarann, segir hér í frétt af Vísi. Já. En skvettarinn segir að þetta sé bara að vera brandari. Já. Ég er ekki að segja það sé endilega í lagi að skvetta málingu og fólk sem að manni mislíkar. Eða, sko, en þetta er ekki ofbeldi.
það sem ég veit ekki hvað hann ætlar að fá út úr þessari kæru, þessi ljósmyndari, annað en ég veit ekki. Ég hugsa vinnustæðurinn hans, Morgunblaðið sé nú örugglega tryggður fyrir svona skemmdum og úlpum ef það er málið, sko. Þannig að mann finnst óhugnulegt hvernig, sko, hér svona kristallalt svona ákveð valdamisræmi. Við sjáum hérna flóttamaður frá Palestínu sem hefur ykkur svona mjög sterk viðbröð, sorgarviðbröð við því sem að eiga sér stað. Það sem hefur verið að drepa fólk. Það sem hefur verið að drepa fólk. Hann á ættingja á svæðinu, hann á fólk sem hefur verið drepið og hann þarna kominn, honum þykir að Morgunblaðið, þykir sem svo að Morgunblaðið hafi kannski dregið taum Ísrael í umfjöllun sinni og sýnir þannig einhver ákveðin viðbröð og vanþóknuningar þessa ljósmyndara sem þó ekki ábyrgur fyrir ritstjórnarstefnunni en hann þannig sem þeirra fulltrúi, skvettir á hann einhverju svona leikskólamálingu, vassleysanlegri akrílmálingu sem var sko vassblönduð og listakonan sem mætti með þetta á svæðið, hún er búin að stíga fram og segja frá því. Þannig að þetta er ekkert voðalega alvarlegt, þetta er leiðilegt en þetta er ekki ofbeldi og svo einmitt eins og við erum að tala valdamisræmið í þessu, þá þetta eru allt í einu allir fjölmiðlar farnir að snúast ekki þjóðmorð á Gaza, ekki ástæðan fyrir því að fólk var þarna samankomið að mótmæla, heldur að einhver hvítur kall af mokkanum fékk málningu og úlpuna sína. Og það allt í einu orðið aðalmálið og alveg orðið til þess að þingmenn og áhrifafólk í samfélaginu fyrir að kalla eftir því að maðurinn sem skvetti, hann verði sendur í þjóðamorðið. Þetta er einhver svona... Það er næsta frétt, það er að Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann vill að hægt verða að vísa Assar úr landi. Einmitt. Það er náttúrulega var frumvarp, ég veit ekki alveg hvort það að geta þessu sem að strandaði eitthvað staðar. Jú, það er ekki betur en að bara í allir þingmenn verið sammála því að það ætti að búa þannig hnútana að ef að hælisleitandi brýtur líklega alvarlega af sér. Það var alveg örugglega þannig. Ég held að menn hafi haft í huga líkamsárás, nauðgun, morð, ekki slettun á málingu. Nei. En menn slökk á þetta og það er náttúrulega einhver leyti þetta bara stuðningsmenn Ísrael sem að nýta þetta tækifæri. Auðvitað gera þér það. En ef að svo þá ekki blaðamannafélagið að láta asna sig í þetta? Sko, blaðamannafélagið var ekki lengi að senda frá sér fordæmingu á þessari málingaslettu. Bara mætir lóðbeint úr sumafríi til þess að lýsa yfir einhverjum bara viðbjóði með þennan gjörningu og tala hversu alvarlegt er aðföra málfrelsinu og ég veit ekki hvað og hvað. Ég veit ekki betur en að það hafi tekið blaðamannafélagið 1,5 ár að senda frá sér álíka fordæmingu yfir þeim 300 blaðamönnum sem hafa verið markvisst drepnir á Gaza. Þannig að þetta er alveg svona, það er svo mikil skekkja í þessu. Þetta er blaðamannafélagið mætti standa fyrir svona einhverju könnun og svipað og þið kannast við það sem var gert á BBC, það sem hafa farið bara yfir alla fréttir og þá kemur í ljós að það bara hallar svo mikið fréttaflutningurinn af Gaza að það er ekki fyndið, Já, það væri bara mjög gaman að sjá það. Ísraelsmenn getur bara haldið þessu fréttum úti, og það er gagnrýni sem búin að vera linnulaust á RÚV sem að mér reyndar svona, ég hef ekki gert þessa rannsókn, en mér finnst þess að RÚV sé að leita leið út. Það finnst svona aðeins breyttu tónn hjá þeim. Það er, en það... Mér finnst svona sem blaðamanni að þá sögðu hann hafi ráðist á, en það er ekki þannig. Hann réðst aldrei á hann. Hann sletti bara á hann. Já, hann skvetti bara á hann. En það er... ég er ekki að mæða í bóta að skvetta málningu á næsta mann, en... Þetta er pirrandi, ég skil það alveg, en þetta er ekkert ofbeldi og ég held líka að allt tala um þetta sé ofbeldi er svo mikil gengsfelling á því hvað er raunverulegt ofbeldi. Ég var oft ritstjóri í Kanada og ég sagði oft við blaðamenn sem voru að barma sér undan viðbröðum almennings. Ég sagði bara að þetta bara fylgir starfinu, Við erum í mjög freku starfi. Við komum inn í líf fólks og eitthvað svona og fólk getur brugðist við því sem við erum að gera með alls konar hættu. Við verðum bara
það var svolítið háan þröskuld á því, sko. Við megum ekki, og þá er ekki að tala um eitthvað svona tilfinningasemi, það bara hluti af starfinu, til dæmis, ef þú ert að fjalla þessi mótmæli eða ástandi á Gaza, þá ertu að fjalla mál sem að vekja mikla tilfinningar og þú eru bara að sætta þig við það og þá áðu ykkur að guðsur. Einhverjum ára síðan, þá var ljósmyndarinn í Héraðsdómi sem að var eitthvað tekið í myndavélina eða eitthvað gert, ég man ekki hvað það var. Og hann fór og kærði afbrotamannin hann sem var að færa fyrir dómara. Sem að vildi ekki láta mynda sig. Já. Sem sólít afstæð. Já, einmitt. Og þá sagði ég alltaf, við getum ekki verið að kæra út af þessu. Við erum að frekjast inn í líf fólk, sko. Já, stundum alveg þvert gegn vilja. En í þessu felst ekki samþykja á því að blaðamönnum séu hreint, sko. En ef það gerist þá ertu ekki alveg í sömu stöðu. Nei, og þetta einmitt og það er líka einmitt að gera sjálfa sig einhvern veginn að miðjunni í þessum alþjóðlega harmleik er svo afsakið karlegt og entitled og ömurlegt að ég bara er búin að eiga mjög erfiðan dag með þessum fréttum. Varstu þegar Albert Guðmundsson kýldi Einar Það var það síðan minna. Nei, hann var ekki hann var á Hótel Borg. En það að því við vorum að tala að því við vorum að tala einmitt blaðamannafélagið sem að sendi frá sér eða fordæmingu þannig í gær bara á með það samme þá annað sem að blaðamannafélagið hefur ekki fordæmt og það er dreifing falsfrétta en hann Stefán Einar var uppvísa því að dreifa bara legasögu afmarkaðan hóp fólks meðal annars palestínufólk á fæðingadeildinni fyrsta skipti sem hann gerir það. Og ekki fyrsta skipti sem hann gerir þetta. Þetta hefur, og ég sá að Ardís Anna, lögfræðingur, hún sagði í einhverjum Facebook svona samtali undir færslu hjá Helguvölu að hún hefði margoft sendt ábendingar falsfréttir á Morgunblaðið þar sem ekki var verið að fara rétt með svona viðkvæm mál og hún hefði aldrei fengið neins svör. Það voru nú einhverja fréttir þetta mál Einar Stefáns í dag, ég veit ekki hvort ég hafi tekið til fyrirsögn á því. Nei, við tölum aðeins það í gær. Við tölum það í gær. Og það var einhverju fjölmiðlar höfðu sátt samband við starfsfólk og fæðingardeildir sem kannast ekkert við fréttina eða það sem hann segir í einhverju podcasti. Mér varst kostulegt viðbröð hans í dag sem að sagði þetta nú alveg típisk viðbröð, ég reikna nú alveg með þessu. Og það kemur svona höfnun á þessu. Það er málið. Hann plantar þessu út og verð það bara svona þarf og getur og þá situr það eftir, kannski yfir í skildi Íslands eða eitthvað. En ef ég myndi segja við þig að þú hefðir brotist eitthvað staðar inn og þú kemur fram og segir ég breyst ekkert inn, þá myndi ég segja alveg reikna ég með þessu viðbröðum auðvitað mun að neita því að hafa brotist inn þannig að ég bara hugsa hvað en smári ég hef ekki brotist inn Herðu, en varum talandi mótmæli að þá Ódi, hann heitir þetta hann breytti nafninu sinu, hann heitir Ódi Friðriksson hann var að tapa máli gagnvart Samherja í London það sem að Samherji kaus að stefnunum í London vegna þess að það hægt að fá gríðarlegar fjársektir reyndar var eitthvað tilboð frá Samherja að þeir ætla ekki alveg að rústa honum fyrir ekki endanlega ekki hengja hann upp á eyrunum talaðu málfrelsi þetta listnemi í Bergen og þar bara í námi hann hefur þurft að standa í þessu og þeir muni út af hverju þetta var hann baðst afsökunar fyrir hönd Samherja út af námi það var alveg frábær listrænt gjörningur en þarna kemur náttúrulega svona eins og þú varst að tala um aðstöðumunurinn náttúrulega gríðarlegur Samherja á held ég 170 milljarða samsteypan og Þorsteinn Már er svo ríkur að mér sagt hann sé með einkakokk sem hann hringir í og segir það að koma fólk í mat og þá kemur hann og elda fyrir hann og fer með hann til ef hann fer til útlanda og þetta er maður sem að lifir einhverju lífi sem að við getum ekki ímynda okkur hvernig það er orðið svona svipaðum munur á lífistandard Þorsteins Már og var á Tórsórunum svona 1925-67 það sem að er eiginlega álíka munur á yfirstéttinu og er í Angóla sem þetta er bara stjarnfræðilegt en hann er eitthvað ósáttur við hennan listnema og dregur hann í gegnum breska dómskýrið af því að það er eiginlega versta dómskýrið að fara í gegnum
Já. Herðu, við vorum að kvarta yfir því í gær að ríkisstjórnin og sérstaklega dómsmálaráðherra myndi ekki stíga fram og adressa einhvern veginn þennan brúnstaka hóp sem mættur á götur Reykjavíkur. Hún gerði það núna bara í morgun. Já, lengi von og einni. Áhyggjefni að hægri öfgahópur birtist hérlendis. Já, hún talar hún bætir nú svo sem einhver við þetta, hún segir fordóma hafa aukist í samfélaginu þessari frétt á mokkanum. Finnst þér hún að gera eitthvað vegna þess að billa þess að stjórnmálafólk gerir að koma fram og segja ég hef þungar áhyggjur af þessu, ég hugsa að hvað hefur að gera við það? Mér alveg sama hóttar af áhyggjur þessu. Bara hvað ætlar að gera? Þú vinnur við það. Þú vinnur ekki við sem eitthvað svona tilfinningalegri tjáninguðinni. Þú ætlar að segja, þú veist hvað ætlar að gera. Þú veist. Einmitt. Og segja nú það ekkert í Nei, ég meina hún ætlar ekki að gera neitt hún ætlar ekki að gera neitt en finnst þetta bara áhyggjefni því að þetta þekkist í löndunum í kringum okkur eitthvað svona þetta bara með þetta eins og svo margt annað. En þetta sem ég að segja, finnst ykkur ekki stjórnmálamenn einhvern veginn miskila hluturskrift ef þeir halda það að þeir eigi að vera að upplifa eitthvað og tjá okkur tilfinningar sínar við getum alveg síðan það sjálf við getum haft áhyggjur af þessu ánað með þetta þau eru ráðinn til þess að gera eitthvað. Bara hættið að segja okkur hvernig ykkur líður. Þeir eru ekki áhrifavaldar. Okkur líður illa út af þessu. Já. Öllum. En skildi Íslands, maður veit ekki hvað maður gera við þetta þarna, segir maður skildi Íslands, já. Þeir eru að loka Facebook-hópnum sinni, þannig að það eitthvað svona, það komið með eitthvað óvart að þetta gerði ekki eins mikla lukku og leit út fyrst. Já. Einn er hættur í félaginu. Og hvað það margir eftir? Það slatti, það voru 1200 manns komnir inn innan hóp. Já, ég held að fólki hafi nú verið boðið þangað svona. Sumir að forvitnast og svona. Ég held að sé sama með þetta Ísland þvert á flokka. Ég myndi ekki panta 1200 peysur ef ég verið þeir. Nei. En já, þetta virðist hafa komið svolítið flatt upp á nokkra þeirra allavega. Og einhverju sem að kannski, ég veit ekki, virðast kannski ekki alveg hafa átt að segja á því hvað þetta var sem að þeir voru hann allt í einu komnir í forsvar fyrir og þeir eru bara mennað meiri að hafa stigið til hliðar og ætla sér ekki að taka þátt í þessu. Og sumir eru náttúrulega að hafa ekki kosið að verði fjalla svona fortíð þeirra. Því það kemur bara fram, þú veist hverjir þetta og það kemur ljós að þetta er náttúrulega eins og hlustuð á viðtalið sem að ég held að Bítið eða síðdegis hafi tekið við hann Fjölni formann lögreglufélagsins. Já. Það var alveg frábær, það var svo skemmtilegt viðtal. Það var nefnilega mjög skemmtilegt, ég er mjög hissa. Hæðni gagnvart þeim Ef þeir verið að hjálpa lögreglunni þá getur náttúrulega komið bara upplýsingum úr undirheimanum til lögreglunnar sem að þeir ættu nú að þekkja vel. Einmitt, ég er nú ekkert voðalega hrifin af lögreglunni en hann var virkilega skemmtilegur í þessu viðtali og það var eitt sem að vakti athygli mína sem hann sagði og hann og hamraði á því að það hefur ekki orðið nein aukning í glæpum og það er eitthvað svona sem að er alltaf verið að segja okkur. Já, við erum alltaf að segja við fengið alls konar fólk til þess að koma hinga fram og segja það, en þá segir Einar Stefán og þessir já, það er verið að þakka þetta niður. Já, einmitt, eins og ljósmæðunar og mæðra vendinni sem er að þakka niður þessari upplýsingar sem hann er að bása núna í podcasti. Svona brandara daginn, það var að maður kom til himnaríkis og hitti þar bara Guð, almáttugan. Og Guð sagði alltaf þegar eitthvað kemur þá svara ég einni spurningu og hvað liggur á þér? Þá sagði ég, hver drap Kennedy? Og þá sagði hann, það var Lee Harvey Oswald og hann var bara einn. Og þá sagði maðurinn, og rosalega næri þetta langt upp yfirhylmingin. Ef þú plantar því að segja yfirhylming, þá hefur eiginlega frelsi til að setja hvaða steypu sem er sem er verið að gera hér. Já, leið og kemur fram og segir, glæpum er ekki fjölga þá. Ég sagði það. Já, einmitt þetta og þannig að umræðan verður ónýtt Já, sem er eins og við tókum dæmi af nútímanum og fleira þess sem er bara þessi umræða grassirar. Það er ein úr prentinu í mokkanum og þegar maður er að fara svona yfir vefina þá það er vandrað að gefa út blað og pappír sem að þú ert með fréttina frá því í gær. Þeir voru með umsóknin dreigð tilbaka sem er eitthvað svona minnst það svona dæmi svona algjört sem er kallað bara non-issue. Algjörlega. Því að málið var það að Gunnar Bragi sendir bréf
og segir að við myndum vilja að þið myndum skilgreina okkur ekki sem umsóknarríki. En Evrópusambandi segir, já, við skulum íhuga það, en við ætlum samt að gera það. Því að þú ræður því ekki hvernig þeir líta á það. Nei. En svo segir Sigmundur Davíð að hann hafi afhent persónulega. En það var samþykkt af þinginu að sækja Þannig það verður þingi sem verður þá að draga þetta tilbaka sem aldrei var gert. Já, en ekki þeir félagarnir. Já, þannig að það Herðu, svo lítið í íslensku fréttum að ég sótti einn frétt í New York Times. Það mikið fréttað það í Bandaríkjunum að við höfum talað Epstein-málið sem er gríðarlega mikil umfjöllun í Bandaríkjunum og kannski ekkert mikið hér. Og ykkur leiti bara því að það er svo amerískt mál. En leikur Trump til þess að draga athyglin frá því var að segja að það ætti að kæra Obama fyrir landráð. Og það liggur dauðarefsing við landráði. Þannig hann eiginlega að leggja til að það verið höfða mál gegn Obama. Og hann tekinn af lífi? Já, tekinn af lífi. Ef hann verið dæmdur fyrir landráð. Sem hann auðvitað verður ekki. En þetta er, Trump er þetta er svona taktikar, ég meina þetta gerir hann alltaf, hann svona hótar hlutum og hendir hlutum fram, einmitt til þess að búa til svona ákveðna upplýsingaóreiðu og hann gerir rosalega mikið af því, hann setur fram rosalega mörg mál, þannig að fjölmiðlar einhvern veginn hafa alltaf undan sko að sannreina og fá álit og það bara einhvern veginn fer allt í klessu. Hann hefur lag á þessu. Hann hefur nefnilega lag á þessu. En bara samt, þetta er sko valdamesti maður í heiminum hefur okkur verið kent sko. En þetta, þess að þú ert að segja, María Lilja, var ég man ekki hvaða blaðamaður það var, sem var að tala þarna 2016 þegar það var kjörinn. Þá sagði hann að við komum, búin að vera að tala það í ritstjórninni áður við fórum, sko, að nú verðum við að hafa þetta aðalatrið á morgun og eitthvað svona. Svo sendi helvítið eitthvað á Twitter, það var Twitter til þá, klukkan 4 nóttina. Og við eldu það. Þannig að það var, þetta er náttúrulega einhver leiti val fjölmiðlana líka að elda það. En ástæðan fyrir þeir elda það er að allir aðrir gera það. Þannig að þú ætlar einhvern veginn að reyna að halda haus og ekki fara að elda vitleysunna allan daginn, að þá situr þú bara einhvern veginn eftir. Og þá er frétta umhverfið bara eldir allt sem maður segir. Og þetta er náttúrulega, þetta er svona ákveðið vandi í fjölmiðlunum. Eigum við að elda bara það sem að fólk er að tala Já, sko, við þekkjum það alveg, við sem hefur verið að skrifa fréttir að einhver stjórnmálamaður segir eitthvað sem er afgerandi, þó kannski það aldrei verði, sko, þá er það frétt. Þú veist ekki sama hver tala. Gæti verið bara hvern hann sagði það? Já, nei, þetta er svona... Vitið þið af hverju hann vill meina að Obama hafi gerst sigur landráð? Þetta var eitthvað samráð við Rússa? Já, þetta var að hann hafi ýtt undir sögusagnir og falsfréttir það að Rússar hefðu haft áhrif á kosningarnar 2016. Og þannig að þær hafi ekki verið sko löglegar með því vill Trump og hans fólk halda fram. En það hefur nú komið fram að Obama talaði að sko kosningarnar hafi verið löglegar og efaðist aldrei niðurstöður. En þetta er það sem hann vill. En Trump sjálfur náttúrulega hann heldur í fram ennþá að kosningarnar 2020 hafi verið falsaðar. En er ekki bara smjörklípa? Jú, það myndi heita það. Við vorum hann með Obama svarar ásökununum, það var frétt af Vísi. Og hann er náttúrulega bara fullu vandlætingar sko. Hann er vanur ýmsu rugli sem kemur úr Hvíta húsinu en þetta eiginlega toppar allt saman. En talandi svona, þá var það Macron-hjónin, Emmanuel heitir hann og Birgitta heitir hún. Þau eru að stefna Candace Owens sem er svona eina af þessum fígurum í Bandaríkjunum sem svona sambland af kannski sem við erum að gera hér að fjalla fréttir dagsins. Hann er líka svona áhrifavaldur og þetta er furðulegt fyrirbrigði sem er orðið til í Bandaríkjunum. Það hafa verið fréttir af náttúrulega ítlutum á milli þeirra hjóna. En ein kenningin er svo að hún Birgitta hafi fæðst sem karl og hafi skipt kyn. Já, hún sé trans Emmanuel bara leikjabrúða hans fyrrverandi eða hennar núna Birgittu. Svolítið ótrúlega saga og það verið að birta myndir það sem á að sýna að Birgitta sé með pung. Þetta sko talar alveg inn í Candace Owens er náttúrulega hún er svona alveg korter í teboð hægri manneskja í Bandaríkjunum svona fundamental evangelískur brjálaðingur en hún hefur verið mjög gagnrýnin á
Trump-stjórnina meðal annars og það hefur líka skapað henni svona ákveðna vinsældir svona á miðjuna og hún sem sagt, mjög afdráttarlaus í afstöðu sinni með Palestínu til dæmis. Þannig að hún er mjög þekkt svona, á svona global skala en hún er... Þannig þú til að trúir henni að Birgitta sé kall? Þú veist, hún er kona, Birgitta, og hérna, ef að Birgitta er transkona, þá er það bara ekkert stórmál heldur. Það sem ég segja bara þykist vera kona. Já, þetta er bara eitthvað vitleisa, sko. Þetta er ótrúlega hvað hérna veður upp í fréttunum. Já. En ég sá í sjónvarpi þegar hún var að lemja hann. Já. Það gerist hjá hjónum. Já. Já, ég vil ekki allir tekið undir það, kannski. Það er mikið álag að vera hérna gift. Jú. Forseta Frakklands. Já, og hvað það var að leina kyni sín á saman álagi lítur að vera mjög mikið. Þau alltaf stefni, hérna Magnúhjónin, alltaf stefninni. Já. Herðu, það er Íslandsvinnur, Paul Watson. Mynduðu segja að það var Íslandsvinnur? Það var alltaf í Kanada að fólk mátti bara að koma til Íslands og það var Íslandsvinnur. Paul Watson hefur ekki verið kallar Íslandsvinnur. Nei, óvinnur sennilega, Íslands óvinnur. Sökti hvalbátunum og það er seint fyrir gefið. En nú eru Íslendingar almennt á móti hvalveiðum. Já. Það kann ekki þá að vera Íslandsvinnur. Jú, ég myndi segja að vera Íslandsvinnur. Já. En hann var þá var bara mórallinn annar út af þegi. Þá var það bara svona atvinnu mótmælendur og Sea Shepherd og Greenpeace og þetta. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Þær hafa nú verið hérna í viðtali það sem að hlekkjuðu sig. Já. Herðu, en hann sem sagt var á eftirlýstur af Interpol en það ekki lengur og Japanin er eitthvað fúlu fyrir það. Herðu, hérna, það kom svo seint inn í íslenska miðla þetta með Alþjóðadómstólinn sem að segir að öll ríki verði að bregðast við loftslagsbreytingum og það ríki sem að verður fyrir þarf að þola það. Þannig ég tók það úr Le Monde sem kemur þá á skjáin. En þetta er sem sagt þannig að ríki sem að verður fyrir hérna, áhrifum loftslagsbreytinga getur stemt ríkjum sem ekki gerðu neitt til þess að fyrirbyggja það. Þannig að það eru þessi eyjar fyrst og fremst í Kyrrahafinu. Já, ég held að, ég meina að það sé ansi mörg svona í svona hnattræna suðrinu ríki þar sem að geti stemt Bandaríkjunum og Vesturlöndum, okkur. Við höfum ekkert gert. Það er nefnilega umælið, þannig að þetta er bara gleðilegt. Gleðilegt að okkur verið stemt. Já. Herðu, talandum svona ekki sambærilegt mál, það er hérna frétt frá RÚV að tala við forstjóra Landsvirkjunar sem veit ekki hvað á að gera við orkuna, þetta er 58 megavött, þetta er ekki megavött, gigavött, sem að eru hérna sem ætti að fara í bakka og er ekki notuð og það er ekki ekkert að þú getur ekki af því að þeir eru svona að láta í það skína gæti vel verið að þeir myndu opna áramótin. Þannig ef þú ert forstjóri Landsvirkjunar, hvað ætlar að gera við hérna 58 gigavött í nokkra mánuði? Í nokkra mánuði. Vantar þig orku? Nei. Þú gefist til laða síman. Nei, en það er hérna á meðan þetta er stopp, þá verðum við ekki að brenna kolum, þið vitið það. Þetta er náttúrulega kolabrensla. Já, þannig að við þurfum að borga minni skaðabætur út af loftslagsbreytingum. Sennilega. Herðu, það er engar fréttingar að vænta, það er engar væntingar, eða litla væntingar eftir samningsafund Úkraínumanna og Rússa í Tyrklandi. Við svo sem vissum það og við fjallaðum þetta oft áður. Það komu sérstakar fréttir, það er mótmæli út á götum út í Úkraínu. Og málið er það að ríkisstjórn Zelenski hefur svipt eftirlitsstofnanir sjálfstæði sínu eða fært, þetta eru stofnanir sem eiga að rannsaka spillingu og svo er svona spillingasaksóknari, þannig stofnanir, þetta eru sérstakur saksóknari og sem var hérna eftir hrun, að það var rennt undir venjulega saksóknar og það er hluti af dómskerfinu, hluti af framkvæmdavaldi Zelenski. Og það voru ykkur 1.500 manns, eða 15.000 manns sem hann ekki átt var. Þetta er gott að mótmæla. Svo góðu Zelenski einræðistilburði. Já, við höfum ekki fengið fréttir af mótmæli þar áður, sko. Þetta er á fyrsta fréttin, kannski búið að vera önnur mótmæli, ég veit ekki þetta. Ég veit að hann hefur bannað, sko, til dæmis alls konar stjórnmálaflokka. Alla kommunistaflokkur, þetta sósistaflokkurinn í Íslandi væri bannaður í Úkraínu. Hann hefur bannað rússnesku réttrúnakirkjuna og það er náttúrulega töluvert að sko fólki, rússum, rússneskum ættum. Já.
En þetta er náttúrulega búið að vera, þetta er svo galið, sko, þetta er búið að vera herlög þarna í svo langan tíma að, ég veit ekki, eitthvað svona, kannski er Vladimir Zelenskij að ganga langt. Já, það er nú áhugaverð, það er talað um Íslandsvinni, það var Úrsula von der Leyen, hún gerði athugasemd við þetta, hún græði skýringa frá Zelenskij hvað í ósköpunum var eiga sér þannig stað. Íslandsvinnurinn. Það var, þetta myndi, eins og var sagt í einhverju fréttum hérna á Íslandi, að þetta myndi trufla umsóknina inngöngu í Evrópusambandið. Já. Herðu, hérna frétt fyrir þig, Sigurjón. Landsliðsþjálfarinn Þorsteinn, hann er verður líklega bara áfram. Já, nú skipti yfir íþróttaþáttinn Bekkin. Já. Já. Svo ekki ánægð með þetta. Já, mér finnst það bara ekki alveg nógu gott ef hann verður ráðinn bara svona án frekar umræðin þetta. Því að liðið olli miklum vonbrigðum, það var búið að gera okkur vonir eitthvað allt annað. Og það er bara, heyrir orðið til undantekninga ef íslenska landsliðið, kvennalandsliðið, skora mörk. Og við vorum... Hann er ekki inn á vellinum til að skora. Hann er ekki inn á vellinum, hann er bara þjálfari. Já, hann þarf kannilega ekki hvernig leikir spila. En nei, mér finnst þetta að vera einhver umræðum þetta. Þetta eru vonbrigði, þetta er lið sem að var bara mjög vel metið og styrkleikalistum, það er bara mjög hátt og mjög gott landslið, en svo er bara mikil breyting og þá þurfum við að ræða það, finnst ykkur það ekki? Jú, breytuna, sem að er þá kalla aftur í Margréti Láru. Þá kemur fastu þáttur hérna hjá okkur sem við ættum að vera með eitthvað svona Trump-fréttir. Það er í New York Times að það eru að republikanar eru sem að breytum nafninu á óperuhúsinu inn í Kennedy Center sem er í Washington og skýra það eftir Melania Trump. Já. Er þetta ekki djók? Nei. Þeir eru svolítið í nafnabreytingunum þessu dagina. Það var eitthvað Redskins og svo er það... Já. Og Indians. Þetta er bara... Melania, finnst ykkur ekki bara þess virði að hún fái óperúrskýrt eftir því? Jú. Er það ekki lágmark? Já, það er það ekki lágmarkið mitt. Fyrir að vera með bláæða bólguna. Þú spyrir, er þetta bara grín? En hann er að kúa í alla háskóla til þess að reka stúdenta sem að til dæmis er að mótmæla þjóðarmorðinu á Gaza. Og Columbia háskóli í New York. Hann er bara óða önna, bara reka og til þess að þetta er nú alveg þeir fá ekki peninga öðruvísi. Já, ég veit að hann er verið að taka frelsi af fólki í stóri stíl frelsi til að tjá sig jafnvel, þetta er bara já, þetta er bara og það er Bandaríkjunum bara fasístríki sem er að verða til. Já, það myndi ég segja. Þetta er að vera hryllingur Herðu, en það er annað frétt af Trump. Hann er að gera samninga, hann er að gera viðskiptasamninga í Japan, það er mikið látið með þetta. Já. En ég veit ekki, svo er talað að sé að verða til samningu við Evrópusambandið. Það sem að í staði fyrir að, ég man ekki hvað var hann að hóta, 50%. En Íslendingar voru settir þarna í 10% og ég held að við höfum ekkert mótvælt í. En það er ekki ennþá komið samt. En þá var að tala með Evrópusambandið lendir svona í 15 og fái tolla eitthvað pínuti á móti, Ég veit ekki hvað árið þetta hefur. Nei. Kannski að skoða það, skoða þessi mál. Við höfum nú reynt að fjalla með þessi tollamál hérna. Já. En þetta er mikil björg fyrir Japan ef þetta verður. Vegna að þeir skaði flytja mikið til Bandaríkjanna. Jú, en þú ert að tala um hvernig Trump lætur, Það kemur svona, ég er bara að sitja á 100% toll. Já. Og svo kemur það eru bara 10%. Þannig að ástand er eiginlega svipað og var bara áður. En hann bjóð til panikina. Þannig hann rettaði panikinni sem hann bjóð til sjálfur. Já. Þetta er nú ekki dýpur en það kannski. Kannski ekki. Það var viðskiptablaðið segir frá viðhorfskönnun í Danmörku. Að það er 20% Bandaríkjamenn, Dana eru með svona jákvætt viðhorf til Bandaríkjanna. Það var 48% í fyrra. 20 núna. Þannig að Grænland spilar þar inn í. Já, það hlýtur að vera. Trúlega. En það væri mjög áhugavert að sjá sambærilega könnun hér. En samt við erum ekki hvað en almenni Dani tengir það svo mikið, Kannski var það ekkert svo... Það taka af okkur Grænland.
Nei, þannig að svara svona spurningu, nei, ég veit það ekki. Jú, ég meina, hann hótaði þetta að fara bara í stríð við Danmörku, hann á tímabili og já. Þú segir örgla svona sveiflu í Kanada og svona, það væri gaman að sjá til dæmis í Bretlandi. Það er sagt til dæmis að Nigel Farage, sem hefur nú alltaf mikla sig á því að vera mikill vinur Trump, hann minnist ekki á hann lengur. Nei, þannig að það er bara, Trump svona eitur í svo mörgum löndum og það er kannski sem við ætlum líka að reyna að fjalla kannski ekkert tíma seinna það hvort það verði kannski svona bakslag í hægri sveiflunni út af Trump frekar heldur en hann ýti undir hana. Það er eiginlega frétt hérna næstu því úr þessu heimahúsi. Karl Héðinn segir af sér, hann að segja af sér úr svona æskulýshópi inn í Sósíalistaflokknum. Ég veit ekki hvort að fólk, hann sendi frá sér yfirlýsingu að hann hefði sagt af sér úr stjórn ungra Pírata vegna, ef var beðinn það, eða sagt að gera það, vegna þess að hann komst upp að þegar hann var 22 ára þá hafði hann verið á æskulýðsmóti og sængað hjá 15 ára stúlku. Já. Það kom reyndar ekki fram í yfirlýsingunni þess þá, hann hefði aldrei sagt þetta 15 ár. En hann sérst núna viku setna eða eitthvað, rúmri viku setna, að segja af sér. Já, ábyrgðarstöðu yfir þessu roða. Er það ekki bara gott mál? Það segir að þessi sem forseti, hvernig dettur fólki þetta í hug að roði eitthvað unglega reyngi í þjóðverðunum, hafi það forseta. Herðu, við vorum að tala túrismann á Laugaveginum, nú það að koma á Þingvelli, heimildi var með fréttu það að fólk mjakast varla úr spórunum á Þingvellum, það eru 6-8.000 mann sem að fara þar. Hafið komið á Þingvelli í svona hásumarið? Nei, menn þetta er ekki til hugar. Ég er ekki mikill aðdáandi ferðamanna. Ég hefur kannski komið hér fram áður. Ég þolið þetta ekki. Ef ég fer eitthvað út á land, ef ég ferðist eitthvað út á land, þá reyni ég vil vera ein, ég vil vera í friði. Ísland er víðfeðmt land, þú getur farið bara ótal staði sem að engin annan langar að... Nei, ég reyndi að fara, ég var komin hann eitthvað lengst inn í eitthvað útnára vestur af Dýrafirði og það var samt var ég trufluð af einhverjum túristum sem að svona löbbuðu svæðið. Ég var allavega, ég var mjög pirruð að njóta þess ekki eins sem kannski það líka svona frekja og einn tætulment í mér. Það er það svo sem alveg, ég viðurkenni það alveg. Landið er ekki svona enga við verðum að hluta því reyndar. Hvað heitir hann var að deyja núna ekkert svo gamall, norski höfundur sem skrifaði bækurnar Jelling sem að voru gerað bíómyndir úr hans. Hann var Íslandsvinur, það var svolítið sérsina maður. Hann kom hingað og féll alveg fyrir Íslandi út af þessu sem þú ert að segja. Það var bara að maður fekk að vera í friði og ferðast og verið einn og var bara... En hann hætti að koma hingað þegar ferðamennirnir fundu. Þannig hann hafði ekki komið til Íslands bara í mörg ár. Af því að Ísland sem að þú saknar er bara það geta líkið saman við eins og með Þingvelli í dag. Eins og þegar maður var bara barn og svona fór á Þingvelli og þetta var bara allt. Við fórum eins og í túristaleik hjá konan og fórum meðal annars á Gullfoss og það var mjög margt inn Svo komum við inn og ætlum að fá okkur kaffi og þá sagði fólki bara hvað viljið þið borða eitthvað og við bara, nei, við ætlum bara að fá okkur kaffi. Nei, ég vil ekki, þá held að við værum, gætar, við værum leysugumenn. Að einhver Íslendingur að koma að sem ferðamaður. Það flækist þetta á þessu sveiði. En svo talaði ég líka... Þetta verður að hafa í bók sem við ættum að gefa út, hvernig er þetta að lifa á Íslandi á lágmarkslaunum. Það er að fara þarna og þykjast þér að gæt. Fá sér húi og svona. Borða alltaf á Gullfossi og þykjast þér að gæt. Það var bara, þau upplifðu þetta bara þannig. Herðu, síðasta fréttin er að það var könnun þéttingu byggðar sem að ég nægi ekki alveg, það er allir spurður þetta. En það kemur í ljós að fólki líst ekki á þéttingu byggðar. Og það held ég að sé eins og hefur komið fram með að það seljast ekki nýjar íbúðir sem eru oft á þéttingarittum af því það er bara skuggar í því og þar fram undir götunum. Og óttum það að þetta sé ekki nógu vel byggt. Það finnst mér nú vera stærst í fréttapunkturinn. Það tengist ekki þessari könnun, það var það að fólk er neikvætt í þéttingu byggðar. Ég myndi samt vilja segja, þétting byggðar snýst það að færa þjónustun í hverfin. Það er hugmyndin. En hér er einhvern veginn bara þjappað öllum húsunum. Þjónustan á alltaf að vera út á Granda eða í Skeifunni.
Fjöllum meira það sem. Herðu, þetta fréttin, þetta síðasti fréttatíminn okkar í þessari tilraun sem við vorum með í sumar. Sögðu. Af því að RÚV var með fótboltan. Hvernig fannst ykkur að takast hjá okkur ef að halda þessu áfram með það? Já, mér finnst þetta skemmtilegt. Nú skaman að þessu. Það er þremur sem er skaman að segja fréttina. Kannski er eitthvað úti sem er skaman að Já, voru þið? Já, það er nú nokkur. Já, ég fekk post í dag og... Já, og ekki mikla hvatningu. Og fólk er duglegt að senda okkur sem er æðislegt. En við erum að fara eitthvað stutt, ég ætla að segja jólafrí, alveg stutt sem við ætlum að búa til plan hvernig við ætlum að mæta haustinu, hvernig við komum eftir verslunarhelgina. Við átt að vera sjónvarpslaus júlí. En svo vöknuðu við eitthvað upp og fannst þetta að vera kjörið að keyra áfram svona fréttaform. Já, kvennalandsliðin í fótbolta breyttu því. Já. Og RÚV. Sem er náttúrulega með allar þessar rásir skuli færa fréttatíman til 9 og svo kemur framlenging og vítakeppni. Þá komum við bara hálf 11 sko. Þetta er náttúrulega... Þetta er ekki almenningsþjónusta. Og hafa aðra rásir fyrir þetta sko. Herðu, þetta er síðast í bili fréttatíminn en við ætlum að liggja á ráðum okkar á samstöðinni hvernig við ætlum að hafa formið á þessu í haustdagskránni en við ætlum að hafa örstutt auglýsingar hér núna og svo ætlum við að hafa hér bara öfluga umræðu svona fréttirnar og stöðuna í samfélaginu og heiminum. María Lilja sér það hér eftir augnablik.